Og að vestan aftur í sófann hérna. Til mín eru komnir menn, til mín eru komnir bræður sem eru mörgum kunnir en klárlega ekki fyrir það sem við ætlum að spjalla núna. Þetta eru þeir Ragnar og Ingólfur Sverrisynir, þeir eru komnir í sófann. Þeir ekki út bók, Pildar? Já, við hérna, það svona cirka 6 ár síðan að við bræður fórum að tala það væri nú gaman að skilja eitthvað eftir sig eða ekki eftir okkur, við byggum þetta ekki til, í sambandi við verslun og þjónustu hérna á þessu svæði. Já. Og við spjölluðum þetta hérna töluvert mikið og fengum svo frend okkar og akkuringin Jón Þór Þór til að skrifa þessa merku bók sem er núna að koma út þessa dagana og í ritnefndinni á þessari bók þar við bræður og Sigurður Jóhannesson sem var aðalfulltrúi kaupfélagsins hér í gamla daga og Úlfhildur Rögnvaldsdóttir sem var formaður Verslunarmannafélags Akureyrar í 20 ára og þarna vorum við svona búin að dekka hópinn sem að þetta raun að varðaði og fólki sem hafði áhuga á þessu. Og þar töluðum við Jón Þór sem er frægur hérna sagfræðingur og hann var alveg til í að gera þetta og úr var þetta. Og ég hefur gert það líka alveg lista vel, nú er ég búin að glugga í bókina. Já. Og þetta ekkert smáræðis afrek og ekkert lítið sem ráðist á. Þarna hreinlega byrjað 891 þegar að Helgi Magri rennir hér inn fjörðinn. Já, Helgi Magri sem sumir kalla Helga Hóraða til að hafa þetta í hljóðstöfum. Já, akkurat. Hann var náttúrulega brautryðjandi og fór svo inn í Kristnes, en síðan byrjar þessi stóra saga sem að okkur fannst að þyrfti endilega að setja á blað og menn fengi svona samhengi í hlutina. Af hvernig stendur á því að svona blómlega byggð hér á Akureyri núna? Þetta á allt sína sögu og það, þegar maður fer að glögga á henni hana, með manni eins og Jóni Þór Þór, doktor Jóni Þór í sagfræði, þá þetta gæða þetta lífi, það þetta, maður skilur betur sem akureyringur, að þetta var ekkert neinn tilviljun. Að við búum við þennan myndarlega bæ hérna sem maður kalla nú jafnvel borg. Og þetta hérna alveg ótrúlega skemmtilegt viðfangsefni með jafn góðum fræðimanni og Jóni að varða þennan veg, segja þetta líflega og bókin sú Arna, hún svo líflega skrifið, hún uppfyllir allar kröfur sem að gerðar eru til alvöru sagnfræði og mjög ítaleg, en hún líka alþýðleg og skemmtileg aflestrar. Og ég veit fólk sem hefur lesið þetta bara í einni bunu eins og spennandi reyfara, þess vegna. Já, akkurat. Þetta svo aðgengilegt. Akkurat. Tilvalið ef maður dettur í sóttkví eitthvað þess vegna, að grípa þessu bók og renna sér í gegnum hana. En sko það sem mér finnst hann meitt gera svo vel þegar hann tengir maður fær svo góða samfélagsmynd í gegnum þessa umfjöllun alla saman. Á hverjum tíma? Á hverjum tíma nefnilega. Eins og hérna, við vorum aðeins að reifa hérna málin áður en að við fórum í loftið og meðal annars eins og þið voru að tala aldamótin síðustu. Hvað það var sem skipti Akureyringa mestu máli? Þá var nú það sem menn höfðu mestar áhyggjur af í byrjun aldarinnar og menn sáu fram á að það geti skapað stríðsástand á meginlandinu. Það var það ekki hvort það kemur hveiti, ekki korn eða eitthvað slíkt, koma kolin, verður kolaleysi í bænum. Þá voru kolin náttúrulega það sem hitaði pússinn og hitaði líka upp og gerði allt sem vatn og gerir núna sem að kemur bara beint upp á jörðinni. Þetta var mesta áhyggjuefnið og líka hitt að þetta var varan sem að fluttin sem tók langt mesta plássið. Og við sem eru orðnir svona fjörgamlir eins og við bróðir. Sammála? Við hérna munum vel þessa gríðalegu kolabingi sem voru bæði hérna bara núna í miðbænum og svo niður á Eyri. Og þetta var það sem að fólki lifði fyrir
verða kol eða verða ekki kol. Já, og svo náttúrulega farið í gegnum söguna og komið til okkar í nútímanum og væntanlega kemur nú jóð einhver staðar og hérna ég sé að þetta við endum hérna einhver staðar í Linduhú og Brynjuísnum og þessu. Já. En upphafið, ef við bökkum í, nú veit ég nefnilega þið fenguð sko Kristín G. Þann mikla snilling til þess að gera mynd af, mála mynd af upphafinu í rauninni þegar að fyrsta kaupskipið kemur, eða það sem að fyrsta, svona, hvað maður segja, kaupstaðurinn eða það sem fyrst höndlað með vörur. Já, þetta var náttúrulega 800 eitthvað sem þetta byrjaði, sko. Akkurat. Svoleiðis menn voru ekki með myndavélar þá. Nei. Svoleiðis að til þess að gæða þetta svona lífi, þá fengum við Kristín G. til þess að fara og skoða Festaklest sem var fyrsti staðurinn sem skip kom á og hann teiknar og það tvær flottar myndir eftir hann í bókinni það sem það var og það er gaman fyrir fólk að horfa á þetta og sjá hvernig þetta var fyrir þetta, er þetta ekki 1100 ára eða 1200 eða hvað það er, sko. Já, já. Og gaman að sjá þetta, sko, hvernig þetta var. Og svo náttúrulega í seinni tíð er náttúrulega til fullt af myndum sem að gæða bókina lífi. Heyriði piltar, hjartans þakki fyrir komin og innilega til hamingju með þessa glæsilegu bók. Takk fyrir það. Og það er full ástæða til þess að hvetja fólk til þess að huga henni. Já. Minnast að nú er jólabókaflóðið formlega hafið. Já. Og við förum að sigla inn í aðventu og huga jólagjöfum. Allt í lagi að muni eftir þess er nefnilega höndlað við pollinn. Það er ekki nefnilega hverjum degi sem að menn fá bæði svona gott lesefni, spennandi og fræðandi frá alvöru fræðimanni. Þetta voru góð lokaorð. Við sjáumst að vörmu spori.